Við skulum byrja. Drottinn Guð, þú ert á leiðinni til okkar. Við viljum koma til móts við þig og mæta þér þegar þú kemur. Það er svo margt í veginum sem truflar ferð hins góða til þín. Sigrar það sem skilur okkur frá þér, svo að við megum mæta þér. Það byrja við þig sem kemur til okkar í Jesú Kristi og vilt vera hjá okkur með anda þínum að eilífu. Amen. Gansi með yfir og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Gleðjist allir, gleðjist þér. Í Guði vorum fagna ber. Olti Helgi Hálfdanarson. Vissulega fögnum við í dag þegar haldið upp á aldarafmæli kirkjunnar hér, Kópavogskirkju. Til hamingju kæru söfnuðir með afmælið. Ég bið þess að blessun Guðs hvíli yfir starfinu hér og öllum sem vil koma á þjóna. Ég var að fletta gömlu kirkjuritið og sá að séra Gunnar Árnason sem var sóknarprestur hér fyrir 50 árum hafði skrifað grein Kópavogskirkju rétt eftir vígslu hennar. Ég tók eftir því að þá hefur þriðja sunnudagi aðventu líka borið upp á 16. desember eins og í dag. Séra Gunnar tiltekur alla sem koma við sögu kirkjubyggingarinnar, iðnaðarmenn, listamenn og byggingarmenn. Það er líka eftirtektarvert að margir gáfu til kirkjunnar svo hana mætti prýða fræðileg listaverk. Hann segir einnig, hér er ekki rúm að geta yfirleitt gjafa þeirra sem kirkjunni hafa verið færðar fyrr og síðar, en einhug og örlæti alls safnaðarins er það að þakka hver þú komst upp á skömmum tíma. Nefnd skulu sem eins konar stúdísform eftirtalin framlög. Ónefndur verkamaður gaf fyrstu stórgjöfuna og aðra á vígsludeginum. Jón Gauti raffræðingur gaf allar teikningar sínar. Lúther Salómonsson pípulagningarmeistari sitt verk. Ónefndur Kópavogsbúi gaf bifreið sem tollar voru felldir niður að tilstuðlan fjármálaráðherra var auðvitað að smíða kirkjuverkina hér andvirði. Það er okkur hollt nú, hálfri öld síðar, að vita að margir lögðu hönd á plóg, gáfu vinnu sína, tíma sinn, fjármuni sína, allt til þess að þetta hús hér á Borgarholti mætti rísa og helgast Guði fyrir hátíðina miklu, ljóssins hátíð, fæðingarhátíð frelsara okkar. Jólin nálgast, þriðji sunnudagur í aðventu hefur runnið upp og kveikt hefur verið á hirðakertum og aðventukrossinum. Það eru þó nokkrar kirkjur hér á landi sem voru vígðar á aðventunni sem bendir til þess að söfnuðurinn hafi viljað koma til fundar við Guð sinn á helgri hátíð í húsi helga honum. Aðventan er tími undirbúnings og eftirvæntingar. Við undirbúum komu jólanna, við undirbúum ýmislegt til ytra, en einnig er hugur okkar bundinn við þær boðskap sem jólin færa okkur. Það er margt sem gleður augu og ytra á aðventunni, ljósaskreyfingar og aðrar skreyfingar, tónlist í kirkjum, sögum og á götum úti, tónlist og textar sem inn á jólin. Aðventan er skemmtilegur tími ársins, þjóðlífið breytir svip, þótt sé að ræða dimmasta árstíman er að vafa í birtunni með svo sérstökum hætti. Tími birtuna frá heilögum jólum framöndan, birtuna sem þegar er farin að hafa áhrif í samfélagi okkar. Sögusvið Biblíunnar þar sem segir frá fæðingu Jesú var rými í kynni okkar. Við komum á fjárhúsi út í sveit á dimmri nóttu, þar var í verunni ekki mikil birta, en ljós heimsins var að fæðast, ljósið sem síðan þá skín fram úr öllu myrkri sem til er í þessu heimi, og það myrkur getur verið býsna svart stundum. Vissulega munar á dögum í lífi okkar mannanna og það er misjafnlega bjart yfir okkur frá degi til dags. Guðspjallið í dag segir frá Jóhannesi skírara sem kallaður hefur verið fyrir
Prednikarinn Jóhannes nýkominn úr eyðimörkinni, rifinn og rykkuður og með klístrað hárið og hann talar tæpitungulaust. Lúkas guðspjallamaður staðsetur Jóhannes nákvæmlega í guðspjalli sínu. Lúkas var raunvísindamaður, hann var læknir og þeir sem halda að guðspjallin sé líkt studd staðreyndum og draga heimildagildi þeirra í efa ætti að skoða vel texta þessa dags. Læknirinn Lúkas staðsetur allt vel, nákvæmlega tímann þegar Jóhannes skýrari kemur úr eyðimörkinni. Það eina af upptalningunni á tímasetningunum sem ekki hægt að staðfesta eftir rituðum heimildum það að nú fátt vitað Lísanías fjórðungsstjóra í Abileini, sem titillinn í guðspjallinu. Jóhannes boðar nýtt ríki, nýjan heim. Þrennt sterkasti til boðskap og sem ómar til okkar í dag, að fólk deili með sér lífsins gæðum, hver sem á klókirkla gefi annan þeim sem engan hefur og sá sem matfögg á geri eins. Guð sættir sig ekki við að sumir hafi of mikið meðan aðrir hafi of lítið. Í öðru lagi að enginn yfirgefi starf sitt, tollefndarmaðurinn fara réttum lögum og reglum, vinni verkin sín betur, hermaðurinn einnig, hann haldi uppi lögum og reglu af trúmennsku. Og að ekki sé á meðal mannanna kynþáttamisrétti. Það einnig tekið fram. Hann áréttar að engin þjóð sé annarri merkilegri, nokkuð sem var mjög framandi dýringum í þann tíð, því þeir töldu sig alveg sérstaklega og útvalda þjóð. Boðskapur Jóhannesar skýrara hefur ekki fallið í verði. Við þurfum ekki að fyllast neinu ofdrátt þar Íslendingar að við höfum eitthvert ofurhlutverk á vettvangi þjóðanna. Við séum öðrum betur að kláranir, höfum jafn fundið upp aðferðir til að komast betur af en annað fólk í heiminum. Á þeim hugsunarhætti bar hér fyrir nokkrum árum eins og við munum og var okkur kannski að fallið sem þjóð. Hógværð góð, dramb fallið næst. Hroki, sjálfsbótti og mikilmennska fær jafnan sín mála gögn. Það lögmál og það hefur alltaf gerst í sögu mannlýsins. En eins og aðventan sem að dimmasta ástímanum minnir okkur á ljósið hans sem sagðist vera ljós heimsins, vert að muna að Guð getur snúið öllu til góðs. Sigurbjörn biskup sem vígði Kópavogskirkju fyrir hálfri öld sagði gjarnan: Guð getur ofið ljós úr skuggunum og vissulega við mörg sem höfum reynt það. Jóhannes skýrari var fangelsaður á Hálsvöllum. Hann var búinn að starfa fyrir Jesú Krist, drifinn áfram af sannfæringu og eftirmáli. Hann á að vaxa en ég að minnka, sagði Jóhannes sjálfan sig og Jesú. Jóhannes hafði ekki sparað neina fyrirhöfn, alltaf verið boðinn og búinn að minnast komu Krists, unnið sér hvorki svefns né matar, ekkert var of mikið til að greiða veg Drottins og gera beinar braut til hans. Þetta líka hlutverk kirkjunnar hér í heimi, að greiða orðinu veg þannig að Jesús og boðskapur hans nái eyrum okkar. Trúin boðið í orði og í verki. Á það við rækilega minnt, sérstaklega á aðventunni, að taka orð Jóhannes að skýrara í guðspjalli dagsins alvarlega þegar hann segir: Sá sem á tvo kirtla gefur þeim engan á og eins gefi sá matfögn hefur. Þetta nú líka vilji Jesú Krist sem á honum mótumst við sem einstaklingar og kirkja. Við komum saman í húsi hans til að lofa hann, hlusta á orðið hans, lærast af því og uppbyggjast. Við komum saman til fundar við hann leið og við þökkum þeim undirbúið hafa þessa afmælishátíð sem á öllum þeim hafa lagt hönd á plóg í sögu safnaðar og kirkju. Guð blessi ykkur öll og verkfylgar og helgi og blessi minningu þeirra sem farið gerum. Guð yðar kemur í mætti, segir Jesaja spámaður í lexíu dagsins. Og posturinn segir í pistinum spádóm blindingarinnar: Þegar aldrei var nokkur spádómur boðinn fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilögum anda. Við skulum gefa orði Drottins gaum
láta það hafa meira vægi en orð manna. Stundum það óskiljanlegt og ber þess vott að vera talað inn í aðstæður sem voru. Þegar betur að þá talar það til okkar, því mannlegt eðli breytist ekki og mannlegar þrár ekki heldur. Aðventar tími eftirvæntingar, sumir lifa í sífelldri eftirvæntingu betra veraldargengi. Alltaf það framundan sem breytir öllu, á næsta leiti það sem skiptir sköpum, gerir lífið bjart og heilt og gott. En þannig lífið sjaldnast, jafnan margt að glíma. Viðfangsefnin fjölbreytt með skínu og skúrum sem skiptast á og veður skipast líka stundum skjótt í lofti. Stundum á fólk erfitt með að líta á það sem eðlilega hluta af lífinu að dagleg verkefni sé að glíma. Það líkar ekki til að ekki þurfa að hafa fyrir því. Taka ákvarðanir, velja leiðir að fara, flytja upp á verkefnum og halda þeim frá. En hvað svo sem lífið býður og hvert sem það leiðir okkur, þá kúnstin sú að lifa í núinu. Njóta þess sem biðja leiðsögn í lífi lífsins og treysta því að hvað sem framundan það allt í hendi Guðs. Jóhannes skírari var drifinn áfram af sannfæringu sinni. Hann var alinn upp við það að undirbúa komu frelsarans. Hann greiddi leiðina fyrir Jesú Krist með hagnaðarerindum. Hann sagði frá því að sá að koma sem fyrirgefur syndir. Hjálp Guðs fælist í sáttagjörðinni. Og sá boðskapur Krists enn í dag. Hann kemur til okkar með það erindi fyrst og fremst. Það sem á undan gengið í lífi okkar, þá megum við lifa í þeirri vissu að Guð sakfellir okkur ekki. Við þurfum ekki að draga með okkur þungar byrðar, ekki eftirsjá, ekki harm, engar brostnar vonir. Við eigum framtíð. Guð hefur tekið okkur að sér, búið okkur framtíð í ríki sínu. Þá framtíð megum við undirbúa með sama hætti og við undirbúum jólin, með kærleiksgleði, með hlýjum huga og í þeirri fullvissu að vegur okkar greiður og endar ekki í neinni óvissu. Með þá trú í hjarta höldum við gleðilega afmælishátíð. Til hamingju aftur með kirkjuna ykkar. Gísir Guði föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphætti og verður aldrei alltaf. Láðum Drottins og Kristus, verður til Guðs og samfélagsins anda, sem í öllu.
saman í Jesú nafni. Drottinn minnstu kirkju þinnar hér á landi og víða veröld. Blessa Kópavogskirkju og allt sem hún stendur fyrir í lífi og sögu samfélagsins. Blessa söfnuð hennar og þau öll sem henni þjóna, að henni finna, hingað koma og héðan fara. Blessa söfnuð þín alla hér í Kópavogi og gefa að kirkja þín virðist aldrei að vegi þínum og að tilbeiðsla hennar og þjónusta öll verði þér til dýrðar og heimum til heilla. Fyrir Jesú Krist, Drottins vorð. Drottinn, vor bæn. Blessa Drottinn, kristni boðið allan heim. Við minnumst sérstaklega vinasafnaðar Kársnesafnaðar í Kunæjó og starfs íslenska kristniboðsins í Eþíópíu, Keníu og í Kína. Blessa hjálparstarf kirkjunnar og líknar þjónustu hennar heima og erlendis. Ver í verki með þeim sem útbreiða orð þitt og þeim sem þjónað þér á meðal hinna öldruðu, sjúkru, fötluðu og fangelsuðu. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor, Drottinn, vor bæn. Guð vors lands, við biðjum fyrir Íslandi, varði það og blessa. Blessa forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi og dómstól, sveitarstjórnir og allar stofnanir þjóðfélagsins. Varði lög og rétt, menntun og menningu og fjölmiðla. Efl alla nýta atvinnu og iðju til lands og sjávar og var yfir lögum og heill allra landsins barna. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, vor bæn. Drottinn Guð, þú sem líknar og læknar. Við biðjum fyrir þeim sem þjást og stríða, sakna og syrgja og þeim sem við dauðans dyr. Lát þau finna huggun og frið í þér. Við biðjum fyrir þeim sem í fjötru og í fangelsi eða á valdi illra afla og örlaga. Lát þau finna frelsi í þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, vor bæn. Drottinn, þú sem ert uppspretta alls friðar, gef friðvana heiminn frið, hindra ofbeldi og illir ráð, stöðva styrjaldir og illt deilur. Fyrir verki með þeim sem semja sátt og flytja frið milli þjóða, kynþátta og trúarbragða. Gjós og öllum jarðarbörnum, þann sanna frið sem heimurinn megnar hvorki að veita né þráast taka. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, vor bæn. Þökkum þér að þú heyrir hverja bæn og hefur heitið því að blessa þetta hús nálægð þinni, helga það sem hér sungið, sagt og téð, himinsins náð og friði. Láttu náð þín ávallt yfir oss hvíla og friðinn fylgja oss. Amen. Játum syndir vorar og lifum í kærleika og sátt við alla menn. Ég játa fyrir þér, almáttugi Guð, skapari og lausari, að ég hef margvíslega syndað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunnar þinnar og leið mig til eilífs lífs, fyrir dýrðar nafni þínu. Almáttugur Guð, fyrirgefur allar syndir, styrkir og leiðir til eilífs lífs, fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Friður Drottins sé með þig. Og með þínum anda.
fagmannlegt og réttvist, skyldugt og mjög hjálpsamlegt, að við alla daga á öllum stöðum lofum þig og þökkum þér, í heilagi Drottinn, almáttigi Faðir og eilífi Guð, fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Því að dögun endurlausnar vorar er komin, allir hlutir verða nýir, þá kemur hann í veldi dýrðar sína. Þess vegna með englunum og höfuðenglunum, með tignunum og drottinvöldunum, sömuleiðis ásamt öllum himneskum hirsveitum, lofum við þig, heilaga nafn, óaflátanlega segjandi. Braut það og gaf sínum lærisveinum og sagði: Takið og etið þetta líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikin, gjörði þér þakkir. Gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir hér af. Þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði sem fyrir yður er útfellt til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Í samhljóðan við þetta boð Drottins og við fram fyrir þig, heilagi Faðir, með þakkargjörð og minnumst fyrir augliti þínu holdleiki sonar þíns, þínu hans og dauða, upprissu hans og uppstykkingar og væntum endurkomu hans í dýrð, að dæma lifandur og að dauða. Við byggjum þig gefa oss heilagan anda, afmá syndir vorar og sameina oss sem lifandi vini á líkama Krists og oss upprista Drottins og frelsara. Fyrir hann, með honum og í honum, sé fyrir Guð Faðir í einingu heilags anda, heiður og dýrð í heilagri kirkju þinni, valdir alfar. Amen. Biðjum saman bænina sem Drottinn hefur gert. Amen. Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, komi þitt ríki, verði þín vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorar skuldir.